Sumt af því sem ég langar til þess að nota sem nokkurs konar kveðjuorð er að sumu leyti þekkt hjá ykkur og sumu leyti ekki. Í orðskviðunum 8 og 9 er talað að fagnaðarerindið sé speki, sé viska. Og það er tekið þannig til orða að Jesús sjálfur hafi skapað, búið til þessa speki, þessa visku. Og hún varð til löngu áður en Jesús skapaði alheiminn. Þannig að frelsunaráformið var ekki eitthvað sem að Guði eða Jesú datt í hug þegar að Adam og Eva ákváðu að fara aðra leið en Guð hafði mælt með. Samviskufrelsið hefur alltaf verið til hjá Guði og Jesús vissi að ef hann gæfi þeim sem hann skapaði í sinni mynd samviskufrelsi, þá gæti komið að því að þeir sem hefðu þetta frelsi myndu hafna honum og fara sínar eigin leiðir. Þannig að leið og syndin kom inn í þennan heim, var spekinn mætt til þess að bjarga manninum frá eilífri glötun og dauða. Og það segir að spekinn hafi reist sér hús og höggvið til 7 stólpa sína. Þetta hús var til að byrja með tjaldbúðin í eyðimörkinni og hún flutti 7-faldan boðskap til þess að frelsa manninn úr ánauð sinni. Ég efast ekki að það hafi verið fallegt að lítast þegar kvöldið kom og nóttin og sjá eilífan logan yfir hinu allra helgasta og ljósinn í öllum tjöldunum og hugsa ykkur mannfjöldinn, hann á 3 milljón, hvorki meira né minna. En þá það að Salomon reisir spekinni alveg undurfagurt musteri. Og ef þú gæfir tíma til þess að lesa þetta musteri í konungabókinni, þá það með ólíkindum hvaða fagurt. Gull og silfur og kopar og setrusviður og kýprusviður og ég veit ekki hvað. Blóm og englar og alls konar undursamlega myndir sem birtast þarna inni. En svo það að blessaður Nebúkadnesar kemur og hugsa ykkur, hann kveikir í musterinu. Ég að ímynda mér að hann hafi ekki kveikt í því sjálfur, en einhverjir í græðgi sinni til þess að ná í gull hafi farið inn í musterið með blysum og því miður kveikt í þurrum setrusviðnum. En það brann til ösku. Og þá það svokallað Heródesarmusteri. Það var klætt með marmara að utan frá Ítalíu. Og Títus hafði lagt mikla áherslu á það hjá hermönnum sínum að fara ekki með eld inn í musterið. En græðgin í gullið var svo mikil að þeir óðu inn með blys og það brandi grunna einnig. En súlurnar sem að þetta musteri reist á eru undursamlegar. Sú fyrsta fyrirgefning, númer 2 endurfæðing og þá kemur ásjónuborðið, hásæti föðurins, því að hann vildi segja: ég sem faðir elska ykkur svo mikið
að ég mun gefa son minn í dauðan ykkar vegna. Og þá kemur tilreiknað réttlætið, lampi fóta minna og friðþægingadagurinn mikli og svo hið fullkomna lögmál frelsisins, boðorðin 10. Þetta eru súlurnar 7 sem að halda uppi musterinu. Það eru ekki bókstaflega súlur en boðskapur. Og hér sjáum við helgidóminn, en ég ætla að fara hratt yfir þessa mynd og halda áfram. Ég gleymi mér alltaf. Hér sjáum við húsið sem reist var í eyðimörkinni og það er reist á 7 súlum eða stólpum sem er boðskapur helgidómsins. Og hér sjáum við helgidóminn að næturlagi, gríðarlega fögur sjón í raun og veru. Musteri Salomons og musteri Heródesar og hér sjáum við súlurnar 7 sem að frelsa manninn fullkomlega. Og hér sjáum við þá musterið og forgarðinn, en við ætlum að fara hratt yfir þessa mynd og koma að henni seinna. All helgidómsþjónustan fjallar Jesú Krist og verk hans fyrir okkur mennina. Og hér sjáum við tjaldbúðirnar, á 3 milljón manna bjuggu þarna, en helgidómurinn var fyrir miðju. Og þessi helgidómur, hann flutti bara einn boðskap. Ég skal fyrirgefa þér allar þínar misgjörðir, ekki bara einu sinni, heldur 70 sinnum 7, þar að segja eins oft og þú getur komið til mín og þegið fyrirgefninguna. Og þá erum við komin í forgarðinn og forgarðurinn, hann hefur að geyma allar fórnir sem myndu á fórn Jesú Krists. Og þetta er þá fyrsta súlan sem að ber uppi boðskap fagnaðarerindisins. Og þegar að vinirnir 3 í Daníelsbókinni neituðu að beygja sig fyrir hjáguðnum, þá var þeim hent inn í logandi eldsofn og Nebúkadnesar sá að þar var með þeim 4. maðurinn og hann vissi, Nebúkadnesar vissi að þetta var Jesús. Það eina sem brann voru böndin sem að þeir voru bundin með. Eldurinn náði ekki að tortíma þeim. Af hverju? Af því að fyrirgefningin var með þeim. Þess vegna náði eldurinn ekki til þeirra. Og hér sjáum við mynd af danska málaranum Carl Bloch. Og í Getsemane var það enginn sem kom Jesú til hjálpar nema engill. 3 sinnum biður hann föðurinn að finna einhverja aðra leið en þá sem hann þarf að fara. En faðirinn segir, réttlætið krefst auga fyrir auga og tönn fyrir tönn og hönd fyrir hönd og fót fyrir fót. Og Jesús svaraði, ég skal fara alla leið til þess að kaupa mér réttindin til þess að fyrirgefa misgjörðir mannanna. Þessi mynd er líka eftir Carl Bloch og ég verð að játa það að hann er í mjög miklu uppáhaldi hjá mér og hann hefur málað margar altaristöflur fyrir kirkjurnar í Danmörku. Þessi mynd aftur á móti er eftir Salvador Dalí og mér finnst hún alveg einstaklega fögur þó að hún sé mikið drama. Og ef við hefðum alla myndina
þá fyrir neðan krossinn stöðuvatn og það komin algjör kyrrð á stöðuvatnið. Það ríkir friður í fjallasalnum vegna þess að fyrirgefningin orðin staðreynd. Og hér sjáum við þessar 3 sérstöku fórnir sem að Kristur færði, hinn daglega fórn sem fyrirgefur þér alla gallana sem á þér eru sem þú sérð ekki. Og svo það syndafórnin sem að fyrirgefur það sem við gerum af vangá. Og svo það 3. fyrirgefningin sem að mér fannst ótrúleg þegar ég kynntist henni. Hann fyrirgefur okkur viljandi syndir. Viljandi syndir. Nei, ég veit að ég á ekki að gera þetta, en ég ætla samt að gera það. Svo kemur heilagur andi og hvíslar að manni. Það til fyrirgefning fyrir viljandi syndir. Björgvin, af hverju tekur ekki við henni hér og nú? Og ég bjó nú næstu mynd til fyrir börnin í barnaskólanum þegar ég var að segja þeim frá fyrirgefningunni. Hérna höfum við Guð og ég hérna inn í myndinni líka og ég í skuld. Ég ófullkominn, ég hef gert það sem rangt En þá það að 3. einstaklingurinn kemur inn í myndina, Jesús Kristur, og hann greiðir skuld mína. Til þess að vitna í sjálfa mig, áður en ég sá það hjá Lúther, þá talar hann að við skuldum bankanum fyrir húsin okkar og eitt og annað og við eigum ekki fyrir afborgunum og húsið fer á uppboð og þá kemur 3. einstaklingurinn og segir ég skal fara og borga skuldina. Ekki 9.999 krónur, ég skal borga allan 1000 kallinn og þú ert frjáls, þú átt húsið og getur farið heim og notið þess að þú ert búin að eignast skuldlaust heimili. Og þetta skildu krakkarnir. Þá höfum við hér þvottakerið og við vitum það að við þurfum öll að fara í bað, svona annars slagið. Annars kemur svolítið vond lykt af okkur. Það ekki? En þvottakerið táknar heilagan anda sem vill þvo huga minn þannig að ég fer að hugsa hreinar hugsanir. Og til þess að vitna í Rómverjabréfið, heilagur andi vill fylla hjarta mitt af kærleika. Þannig að ég skilningsríkur, umburðarlyndur, tillitssamur, fyrirgefandi og svo framvegis og svo framvegis. Og nokkuð fegurra til en að eiga slíkt hugarfar. Og þegar að Jesús reis upp úr gröfinni, þá sagði hann, ég upprisan og lífið. Ekki bara fyrir okkur á þessari litlu jörð, heldur fyrir alheiminn. Og skömmu fyrir dauða sinn þá sagði hann, ég sá djöfulinn falla af himni ofan eins og eldingu. Hann gjörsigraður og Kristur frelsari okkar og alheimsins því að hann sannaði með lífi sínu og dauða að boðorðin 10 eru sönn og það hægt að halda þau. Það hægt að hætta að stela. Það hægt að hætta að ljúga og það hægt að hætta að drepa. Þannig að sigur Jesús var algjör. Þá ætlum við að fara aðeins inn í helgidóminn
Til vinstri eða til hægri á myndinni sjáum við hásæti föðurins, svo sjáum við hásæti Krist fyrir miðju og ljósastiguna. Þetta hásæti föðurins og heitir ásjónu hásætið. Og eins og Helgi las, því að svo elskaði Faðirinn heiminn, að hann gaf son sinn brauð lífsins og vínið til þess að hver sem á hann trúir, treystir honum, fá eilíft líf. Og ég man eftir því þegar ég skildi þetta hásæti föðurins með brauðunum á sem þú þekkir frá kvöldmáltíðinni og vínið, og þessu fylgdi alltaf reykelsi. Hér höfum við reykelsisaltarið og hugsaðu ykkur vinir, hér fer fram fyrirbæna þjónusta Jesú Krists. Og ekki bara biður hann fyrir okkur, hann tilreiknar okkur sitt réttlæti. Og eins og ég hef sagt svo oft áður, Erling White segir þetta þannig: Guð sér ekki galla lyndisengunar okkar. Hann sér okkur íklædd fullkomleika Jesú Krists. Takk eftir orðinu. Í augum Guðs ertu fullkomin þegar þú tekur við og trúir á að Jesús sé þitt réttlæti. Hann ekki bara fyrirgefning, Rómarbréfið 5:10, hann líka þitt réttlæti. Og þess vegna ertu fullkomin þegar þú kemur fram fyrir föðurinn. Og þá höfum við myndin af heilugum anda sem ljós á vegi okkar. Og þá höfum við farið í gegnum hið heilaga, en nú ætlum við stuttlega að bregða okkur inn í hið allra helgasta. Þar eru 2 hlutir, ekki bara 1. Þar kista með boðarunum 10, en svo líka til lok, og lokið heitir friðþægingarlokið. Og einu sinni á ári gekk presturinn þangað inn með reykelsi og með blóð, og hann átti að láta reykelsi þekja allt lokið og stökkva við blóðinu 7 sinnum á kistuna. Þannig innilokaði lokið bölvun lögmálsins. Lögmálið getur ekki ásakað þig og sagt þú laugst, þú stalst, þú drafst, því að það búið að loka bölvunina inni. Lokið kemur í veg fyrir að það sé hægt að ákæra þig og dæma þig, þú ert frelsaður. Og Jóhannes, hann fékk á Patmos að sjá inn í hið allra helgasta, englana á lokinu, og hann vissi hvað þetta lok þýddi. Og Páll postuli skrifar þetta lok í 3. kafla Rómarbréfs, þar sem hann segir að Jesús sé þetta friðþægingarlok. Satan þarna mættur, en hann má sín einskis, því að Jesús líka mættur þarna, og hann lambið sem var slátrað, lambið sem lifði fullkomnu lífi, lambið sem fyrirgefur og tilreikna þér allt það réttlæti sem þú þarft á að halda. Já, sjá Guðs lamb sem ber synd heimsins, sagði Jóhannes skírari. Hér líka málverk eftir Karl Bloch.
Og ég leyfði mér að setja hann þarna á milli kerúbana við friðþægingarlokið, komið til mín og ég mun veita yður hvíld frá syndinni, hvíld frá ófullkomleikanum, hvíld frá dauðanum og ég skal gefa þér lífið eilífa. Já, Jesús árnaðarmaður okkar sem flytur árnaðar varnar orðið gegn djöflinum þannig að djöfullinn hann verður að þegja og víkja í burtu því að hann, þó að svo ákærur hans séu réttar, þá eru þær fjarlægðar vegna árnaðarmannsins. Varnar ræða hans slík. Þessi mynd hérna finnst mér alltaf jafn falleg. Sjá, ég hef burt numið misgjörð þína frá þér og læt nú færa þig í mín eigin fullkomnu skrúðklæði. Þannig að frammi fyrir almættinu ertu óaðfinnanlegur. Og við höfum leyft okkur að túlka það að Jesús hafi gengið inn í það allra helgasta til varnar sínum börnum 1844. Og hér svona örlítið yfirlit yfir þennan stórkostlega spádóm. Ef Jesús var skírður árið 27, ef Jesús dó árið 31, ef Stefán var grýttur árið 34, já, þá fór Jesús 1844 inn í það allra helgasta til þess að verja þig með blóði sínu og réttlæti. Því að árið 27 byrjar, eða upphaf þess árið 457. Og þegar William Miller flutti þennan boðskap, þá notaði hann árið 27 og 31 sem sönnuð þess að 1844 var líka rétt. Og þá höfum við hérna ótrúlega yfirlýsingu. Þjónn minn Davíð hélt boður mín og var með hlýðin af öllu hjarta, svo hann gjörði það eitt rétt var í mínum augum. Hvernig getur Guð sagt þetta Davíð, sem drap mann og stal konunni hans? Jú, Davíð kunni að iðrast. Davíð kunni að fara með fyrirgefningarbænir og hann trúði og treysti Jesús fyllilega til þess að frelsa sig. Sjáu þennan texta hérna, ég vona að sjáist. Þegar Jesús deyr á krossinum, þegar Jesús mætti inn í hinu allra helgasta, þá mættist þar elskan og sannleikurinn, boðarinn 10, og friðþægingarlokið og boðarinn 10, þau kysstust. Því að Jesús hafði uppfyllt allar kröfur lögmálsins, hverja eina og einustu. Og hugsið ykkur, boðarinn 10 sem getur verið bölvun, boðarinn 10 og krossinn kysstust, því að boðarinn 10 voru fullkomlega sátt við það sem Jesús hafði gert. Já, réttlæti fer fyrir honum, friður fylgir skrefum hans. Réttlæti hér stendur fyrir fyrirgefninguna og friðurinn kemur alltaf í kjölfar hennar. Það var að fá eina myndir hérna nýju jörðina. Hér æviferill Jesús í myndum
og hér eru súlurnar 7 sem að frelsa þig fullkomlega. Og hér gætum við eitt tíma í að fara aðeins yfir þetta, en þarna hefurðu fórnaraltarið, nærveruborðið, reykjelsisaltarið, ljósastikuna, örkina og friðþægingarhásætið. En við geymum það til betri tíma. Hér það sem skiptir mestu máli varðandi það sem að Jesús hefur gert fyrir okkur, krossfestingin, upprisan og þjónustan í hinu allra helgasta. Og ég veit ekki hvort að við sjáum þetta ekki nógu vel, en hérna ekki þetta heldur. En Garðar Tór ætlar að syngja fyrir okkur aftur. Og ég bað hann að syngja draumalandið. Þannig að ég var í sveit frá því ég var 3 ára gamall og ég átti þar 3 hesta og 2 hryssur og 1 hest. Og Jonni átti rosalega flottan reiðskjóta sem hét Tvistur. Hann var teltari, en hryssan mín, hún skeiðaði þannig að ég hreyfðist ekki bakinu. Og við Jonni fórum stundum í útreiðatúra og einu sinni þegar við höfum farið yfir Hjaltadalsána og yfir Hálsinn og inn í Kolbeinsdalinn, þar sem að kindur gengu á afréttum og vorum á heimleið. Og mér fannst einhvern veginn að við höfum bara verið á nýju jörðinni. Og draumalandið lýsir nýju jörðinni, finnst mér mjög fallega. Auðvitað er höfundurinn að lýsa íslenskri sveit í sinni mestu fegurð. En þegar við erum það bil að koma heim aftur, þá segir svona við Jonni, getur ekki sungið fyrir okkur fram í heiðana ró. Og ég segi svona við hann, það er út af því að ég er laglaus og ég get ekki sungið. En Jonni var með gullfallegan silfur tenor sem fór upp úr öllu valdi. Og að því að draumalandið minnir okkur á nýju jörðina og nýjan himinn, þá var það Garðar að syngja það fyrir okkur. Og við Jonni erum komin í hlað úr heiðana ró.